Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, í gær þá ræddi ég við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri sem átti leið bæinn og við vorum að ræða fyrst og fremst öryggis- og varnarmál á Íslandi. Sumleyti að því að það virðist vera að það sé svona ákveðin stefnubreyting í gangi sem að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefur svona ágætlega farið yfir bæði á Sprengisand á sunnudaginn og í Silfrinu í gærkvöldi sem að reynda var tekið upp eftir að ég ræddi við Hilmar Þór en í samtali mínu við hann í gær þá held ég að við snert eiginlega flestar sem að þar kom fram. Það augljóslega stefna stjórnvalda á Íslandi að auka mjög framlög til hermála á Íslandi. Það stefnubreyting að við erum byrjuð að senda vopn á vígvöllin sem eru notuð til þess að myrða fólk eins og gert við vopn og margt fleira sem að bendi til þess að stjórnvöld vilji venja okkur við þá tilhugsun að við þurfum að stórauka allan stórauka framlög til varnar og hermála. Það sé voveiglegir hlutir að gerast að stríðið í Úkraínu séu ógn við okkur og þar fram til göttunum. En eins og ég sagði í lok samtalsins í gær að þá ætlaði ég að fá Hilmar Þór til að koma aftur og hann hingað kominn, Hilmar Þór. Já. Það sem að mér datt í hug þarna í gær að því að sömuleyti vorum við að ræða út frá svona breyttu mati íslenska stjórnvalda á okkar hagsmunum í heimi sem að breytast fyrst og fremst út af stríðinu í Úkraínu. En það í stærra samhengi því að svona heimsmálin hafa verið að breytast á undanförnum árum að við erum að fara út úr tímabili, skammvinnu tímabili þar sem að Bandaríkin voru eiginlega eina stórveldið sem að var að spila stórveldaskákina sína en síðan hafa kannski svona eftir hrun og sumir vilja kannski segja svona frá ég veit ekki, 2008 segja sumir 2016 eitthvað að þá erum við komin inn í heim sem allt öðruvísi þar sem að Bandaríkin hafi ekki ein þessa drottnandi stöðu kerfið sem að þau byggðu í kringu sig til þess að viðhalda völdu sínum og eftirstríðsárunum að það kannski ekki að virka. Kína orðið stórveldi. Sumir vilja skilgreina Rússland, að Rússland sé aftur komið með stórveldastöðu þótt hafi ekki sama efnahagslega styrk kannski eins og Kína og Bandaríkin. Það má sjá að suðrið að svona sýnir merki þess að vilja ekki lengur beygja sig undir þær reglur sem að Bandaríkin og Vesturveldin setja. Þannig að það er rót í heimsmyndin okkar og kannski eðlilegt að við reynum þá að reyna að skilja hver stað okkar í því samhengi. Og það sem að mér langaði til þess að ræða við núna kannski þessi nýja stórvelda pólitík sem mikla líkur á að muni svolítið lita framtíð okkar að litla sem við eftir að framtíð Ylvar. Það margir sem að stundum það eins og bandarísk stjórnvöld séu einfaldlega að tala sig upp í stríðsátök við Kína. Sko náttúrulega, ef við förum aðeins lengra aftur í tíma, þá voru Sovétríkin til, alveg fram til 91, á meðan kalda stríðið stóð, og til 91, þá voru tvö stórveldi, það var hans vegar Bandaríkin, sem var alltaf öflugast, og þeirra bandamenn Bandaríkjana, og náttúrulega NATO, og síðan varstu með Varsjárbandalagið og Sovétríkin. Þá voru við með tvö stórveldi, tvö kerfi, og tvö hópa sem voru með misjafnt stofnanakerfi, og mismunandi reglur. Síðan hrynja Sovétríkin 91 og þá bara eitt stórveldi og það má deila það hvenær það breytist. Árið 2016 verður það að Kína á jafnvirðisgengi orðið stærra hagkerfi heldur en jafnstórt Bandaríkjunum og árið eftir stærra hagkerfi komið fram úr Bandaríkjunum í verki landsframleiðslu á jafnvirðisgengi. Já, miðað við verðlag í löndunum. Já, og Kínverjar geta gert meira innan sinna landamæra í kínversku hagkerfi heldur en Bandaríkjamenninni sínu. Já, og þá líka hugmyndin svo að land sem verður svona öflugt efnahagslega, það fer fljótlega að hugsa sínt öryggi og þá fer það að byggja upp her eins og Kínverjar náttúrulega að gera á áberandi átt og fannir að
íta svolítið við nágrönnum og hafa miklar ágjur af siglingaleiðum eins og í Suður Kína hafi og aðganga varðandi sjóleiðir fram hjá Taiwan og eru komin í samstarfi Rússa. Þannig að sko þá erum við fórum úr tvípólaheimi sem var Sovétríkin, Bandaríkin yfir í einpólaheim sem frá 1991 svona kannski 2016-17 og eru núna komin í hvort sem við kallum það tvípóla aftur það Kína og Bandaríkin sumir vilja og ég hallast að því að Rússland sé að mörguleiti stórveldi að því að Rússar ráða yfir svæði sem álíka stórt og Kína og Bandaríkin til samans, þeir hafa eiga gríðarlega miklar auðlindir, þeir eru kjarnorkuveldi og þannig og þeir eru herveldi, við erum að sjá það því miður í Úkraínu hvernig það er að þeir eru sterkari heldur en margir héldu væru og þannig en það sem gerist náttúrulega þegar við vorum á þessum tímabili þegar Bandaríkin voru dóminandir þá til að ráða þeir hvað reglur gilda og hugmyndin er svo sko hér Vesturlöndum við erum fremst, við erum best, okkar gildi eru fremri öðrum gildum og við erum lýðræðisleg og við virðum mannréttindi þó við erum þetta vitum alveg og við getum alveg bara gasasvæðið eitthvað, við förum ekki alltaf eftir reglum. Guantanamo Bay og innrásin í Írak en alltaf við erum sko, þetta er svona svipað eins og þetta er svona trúarbrögð, að því leiti að Guð skapaði mannin í sinni mynd og Vesturlönd þurfa að skapa heiminn í sinni mynd. Við þurfum að útbreiða lýðræði, mannréttindum, við þurfum að gera þjóðir háðar hver annari og það eru allir að fara inn í sömu stofnanirnar. Með góðu eða illu, það má beita hervaldi til þess að skapa Írak í okkar mynd eins og var reynt. Já, það má sprengja og drepa, það getur gengið svo langt að þú reynir að sprengja lýðræði eða breyta þjóðum með hernaði og það er náttúrulega mjög hættulegt en allavega sko og náttúrulega Bandaríkin voru fórustyrkjum við Alþjóðabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðaviðskiptastofnunin, Sameinuðu þjóðirnar, þetta er allt saman hérna hafa Vesturlönd skrifa ákveðna reglur og það sem við erum að sjá núna síðan 2017, 18, 19 og núna það sem við erum að sjá gerast núna er það að lönd sem eru flokkað sem utan Vesturlanda, þeim eins og BRICS-löndin, þau eru fann að skrifa sínar eigin reglur halda sína eigin fundi, setja á fót sínar eigin stofnanir, tala að hætta að nota dollaran. Þau eru að gera byltingu og á meðan Vesturlönd segja við erum búin að skrifa þessar reglur, við vitum betur, við erum betri. Eins og Madeleine Albright sagði, we stand taller, we see further. Við stendum herra, við sjáum lengra, við erum meiri en þið. Við erum framtíð mannkins og ef þið ætlaði að eiga hluti í henni þá verður það að koma eftir okkar braut. Já, sko, ef þú vilt vera valdamikill, þá vilt þú skrifa leikreglurnar og öll stórveldi vilja skrifa leikreglurnar og Bandaríkin náttúrulega eru þannig, en Kína er líka þannig og þeir eru farin að skrifa ákveðnar reglur og svo vegna Úkraínuríkis þá búið að ýta Rússum algjörlega í fangið á Kínverjum og þeir eru farin að vinna mjög náið með þeim. Kínverjar, þetta stórt land með 1,5 milljón manna, Rússland ekki nema 1/10 af Kína í fólksfjölda hagkerfi, dvergur í samanburði, er samt á gríðarlegar auðlindir og náttúrulega hefur aðgang að norðurslóðum og hefur ýmsa möguleika og gas og olíu, allt þeir eru með málma sem þeir hafa. Herveldi. Já, og þessi lönd fara að vinna saman og fara síðan að skrifa sínar eigin reglur og fara að búa til vettvang sem er BRICS, sem er svona samkeppni við G7, þar sem þau koma saman og það sem að vekur athygli hjá manni er það að ef maður les sko fundagerðið að kommunikera hjá G7 eða NATO þá er alltaf þessi vælli við því akkur eru þeir ekki eins og við akkur eru þeir ekki eins og við akkur fara þeir ekki eftir því sem við segjum akkur endurskapa þeir ekki sjálfa sig í okkar mynd. Það er þessi væll alltaf út af þessu. Ef þú lett fundagerðir frá BRICS, það er miklu meiri balans. Og þetta er alltaf hlægilegt. Ég hef verið að fara svolítið til Asíu og tala við aðila í Hanoi eða Bangkok eða í Kína eða í Peking eða hvað það er. Þeir líta okkur í Vesturlöndum sem svona, ég myndi flokka sem strategísk fíbl. Að við einhvern veginn viljum einhvern veginn láta aðra fara eftir okkar reglum eins og eitthvað í Úkraínu að stækka NATO alla leiðin upp í af að landamærum Rússlands og við taka ekki tillit til þess að það eru ákveðnir öryggishagsmunir sem önnur lönd hafa. Við viljum ekki skilja þetta. Ég hef nefnið í Víetnam áður að þeir skilja þetta. Þeir til dæmis eru með norðurlandamæri í Kína. Þeir segja þeir eru 100 milljónir manna, þeir eru hagkerfi sem hefur stækkað gríðarlega mikið og þeir segja
að hérna við erum með 4 nei sem myndi aldrei ganga á Vesturlöndum. Engin hernaðarbandalög, aldrei, því þau eru ögrun við Kína. Engan erlendan her í landinu, allra síst við landamæri Kína. Aldrei að beita valdi í alþjóðasamskiptum og ekki hóta því heldur. Og aldrei að taka afstöðu með einu ríki gegn öðru. Þessi stefna er svolítið asísk stefna og tengir svona realisma í alþjóðasamskiptum. Það sem menn reyna að gera grein fyrir því að það er ákveðnist hlutir viðkvæmir og þegar maður tala um þessi Vietnama og yfirvöld þar og aðalega þar Úkraínustríðið, þeir bara hrista höfuðið, sko. Þeir skilja þetta ekki og þeir velta þessu hvað þessi að þessu fólki í Evrópu. Þú meinar að fólk hafi verið að leika sér að hættunni og raunverulega magnað upp aðstæðu sem gæti ekki enda með öðru en stríði. Já, það frá sjónarhóli í Víetnam. Ef þú ert að horfa á þetta út frá asískum sjónarmiðum, hvernig Asíumenn horfa á þetta, og það er búið að vera mjög friðsæl alveg, það hefur verið átök í Asíun en ekkert alvöru stríð þar mjög lengi og ekkert í nálætti eins og núna er í Evrópu, nálætti þess mikið. En það er allt önnur nálgun, það er miklu meiri varfærni. Já. En krafa vesturveldana að hinir verði eins og þau, það gildi bara stundum. Að Vesturveldin og Bandaríkin hafa geta átt í samskiptu við herforingjastjórnir, þeir hafa geta átt samskipti við Sádi-Arabíu sem er konungsveldi og mjög takmörkuð mannréttindi. Það eru ágætis samskipti held ég Vesturveldana við til dæmis Marokkó, þar sem að sami maðurinn er bæði ríkasti maðurinn og með mestu viðskiptahagsmunina, hann er líka æðstiprestur og hann er kóngur. Þannig að það er í sömu tilfellum er Vesturveldunum alveg sama þó svo að hinn svokölluðu vestrænu gildi séu í engu bara ekki í gildi, en þau draga þetta bara fram svona þegar þeim hendar. Það er svolítið mikið þannig. Og svo ég ekki líka að tala um Ísrael, það sem er rekin apartheidstefna gagnvart Palestínumönnum. Það er mikið að þessum átökum snúast aðgangaauðlindum. Þú nefndir Sádi-Arabíu og svo Íran. Þetta er stóru löndi sitt hvorum yfir Persaflóan. Og Bandaríkin hafa reynt að hafa góð samskipti í Sádi-Arabíu, auðvitað eru þarna miklu olíuhagsmunir. Sádi-Arabía hefur til dæmis samt ekki verið mjög svona samstarfsfús við Biden. Biden hefur fór þarna í heimsókn og kóngurinn kom ekki á flugvöllin, það er ákveðið signal, kóngurinn kemur ekki á flugvöllin, það kan fórseti Bandaríkjanna svona verið treg í taumi, en þeir hafa viljað halda samskipti við Sádi-Arabíu. Sádi-Arabíu er lykilríki í olíuheiminum og svo Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar og þetta, þau reynt að hafa samskipti við þau þó að þau séu alls ekkert vestræn lýðræði. Íran náttúrulega er ekki góð samskipti. Kína hefur hins vegar spilað á þetta og þeir eru í góðum samskiptum við þeir eru búin að taka bæði Sádi-Arabíu og Sameinuðu furstadæmin og Íran inn í BRICS og þannig að þannig erum að ræða samkeppni um auðlindir og ef auðlindir eru fara að skipta máli og það er líka öryggismál, þá eru þessi mál settir eins og mannréttindi og svona lýðræði settir hliðar, því það er auðlindirnar eru skipta svo miklu máli. Vesturvöld tala aldrei hinn svokölluðu gildi sín, nema að hafi bara eitthvað svona pólitísk gildi við að styrkja stöðu sína gagnvart auðlindum. Ef að öryggið þetta er í hættu, þá hendur þessu til hlið. Sjáðu til dæmis þegar Richard Nixon og Kissinger ákváðu að opna samskipti við Kína. Þetta var kommunístaríki. Auðvitað eru mannréttindi þarna ekki vestræn og þarna er ekki stjórnkerfið vestrænt og pólitíkin er ekki vestrænt, þetta er einræðisríki og þungar ásakanir mannréttindabrot, en af því að þeir Richard Nixon og Henry Kissinger töldu að Bandaríkin gæti ekki staðið í átökum við Sovétríkin og Kína á sama tíma, þá var þessu bara ítt til hliðar og opnuð mikil viðskipti við Kína á þessum tíma. Kína var opnað. Þannig að öryggismálin hafa alltaf forgang fram yfir allt annað, hvort sem það er efnahagsmál, mannréttindi eða lýðræði. Það eru öryggismálin og fyrir Bandaríkin þá eru mikilvægustu svæði í heiminum, það er Austur-Asía vegna Kína og svo var þetta allavega þannig að Persaflóan var nummer 2, það sem varst að nefna Sádi-Arabíu og Íran og svo Sameinuðu arabísku furstadæmin vegna auðlinda, vegna olíu og svo Írak, það sem er búin að vera stríð og var ólöglegt stríð 2003 og svo ertu með Evrópu. Evrópa hefur kannski færst ofar að lista núna aftur vegna þess að nú erum við allt í komið með svona stórt og mikið stríð þar sem að
lítur bara, það sem NATO komið alveg á bólakaf og svo mikið á bólakaf að þeir geta valla fundið útgönguleið og stríð sem gæti verið að tapast bara í sumar eða maður geti séð Úkraínu tapa í sumar eða bara í lok þessa árs í síðasta lagi sko þannig stað, en allavega það er þannig að ef að öryggishagsmunir og eru í húfi þá eru held í Vesturlönd að með alveg segja það að þau eru tilbúin að setja til hliðar allar svona reglur mannréttindi og lýðræði og slíkt. Öryggismálin eru bara aðalatrið og svo náttúrulega líka þetta auðlindirnar, þær tengjast bæði öryggismálum, ekkert síður en efnahagsmálum. En það hefur NATO engar áhyggjur af hrörnun lýðræðis til dæmis í Tyrklandi eða Ungverjalandi, hafa engar áhyggjur af því? Já, sko, Ungverja, sko, Donald Trump hefur haft gott samband við Ungverjaland, en miklu síður Joe Biden til dæmis. Og Tyrkland náttúrulega í NATO, NATO-ríki og þar er þetta að hugsa siglingalegir Svartahafið sem að Rússar og Tyrkir hafa barist lengi, þannig að hafa Tyrki inn í NATO skiptir máli þó að það sé ekki svona hægt að segja þessi dæmigert vestrænn lýðræði með mannréttindum og svo náttúrulega eru þessi svakalegu spenna á milli Tyrklands og Grikklands og þau fóru í NATO sama árið, það er 52 og Tyrkir eru logandi hrættir við Grikkir eru logandi hrættir við Tyrki og þessi lönd voru tekin bæðin í NATO til að koma stöðuleika þar. Það er suðupottur sem getur svoðið upp úr. Þú nefndir að 2016 sem vendipunkt, það sem við erum örugglega komin inn í margpóla heim. Það er líka árið þar sem að Donald Trump var kosinn forseti og hann hafði breytta utanríkisstefnu. Hann virtist ætla að draga úr svona áherslum Bandaríkjamanna á Evrópu, lagði áherslu á Evrópu þjóðurnar sjálfar, kostuðu sínar varnir, þeir létu ekki Bandaríkjamenn draga bara vagninar og það er stefna sem að Biden hefur síðan haldið áfram. Trump lagði áherslu á það að raunverulega andstæðingur væri Kína og var eins og hann ætlaði að flytja áherslunar yfir til Asíu. En stríðið í Úkraínu hefur eiginlega fest Bandaríkin og ef þessi svæði sem þú nefndir áðan, sem að Bandaríkin leggja áherslu á, sem er síst Evrópa, svo Miðausturlönd og Persaflóin og svo Asía, að þá eru Bandaríkin núna, maður getur sagt bara í vondum málum í Evrópu, vondum málum í Miðausturlöndum. Já. Það má segja sko að horfir þetta út frá alþjóðasamskiptum. Þeir félagar Nixon og Kissinger myndu segja sem svo, þið getið ekki farið í átöku Kína ef þeir eru með allt niðrum ykkur bæði í Miðausturlöndum og Evrópu. Já, hann myndi segja það. Þeir, Henry Kissinger var náttúrulega, hann var 100 ára gamall þegar hann dó, hann talaði um þetta alveg frá síðustu stundu, hann var realisti, hann hefði reynt að ná betri samskipti við Rússland. Hann hefði örugglega talið að það væri mjög óráðlegt fyrir Bandaríkin að vera í þessum átökum við Kína og Kína er miklu meira ógnheldur en nokkuð tíma Sovétríkin voru því Kína, við vorum að tala um að Kína er orðið kannski á að jafnvirðiskengi stórt eða stærra en bandaríska hagkerfið á meðan að sovétska hagkerfið var aldrei nema kannski 1/3 af bandaríska hagkerfinu og sem er rétt að geta er töluvert því að bandaríska hagkerfið hefur náttúrulega verið einn undarlegasta maskína sem hefur verið til á jörðinni. Já. Þannig að við erum ekki að tala um eitthvað svona jaft, þetta er bara breytir öllu ef það verður til önnur svona maskína annars þar í heiminum. Já, en ef þú ert að horfa út frá hagsmunum Bandaríkjanna og gleymum Evrópu í bili, þá er mjög óskynsamlegt fyrir Bandaríkin frá öryggissjónarmiði og öryggissamkeppni að vera í svona harðri baráttu við Kína og Rússland á sama tíma. Þannig að þetta þjónar ekki hagsmunum Bandaríkjanna og til lengri tíma litið því þessi lönd þjappa saman og þau og BRICS-löndin er að safna þessu öðru löndum og lönd sem teljast ekki til Vesturlanda eru svona 87% af mannkyninu að það er mjög erfitt að vinna þetta stríð og þess vegna ef við erum að horfa út á bandarísku sjónarmiðum að þá hefði að vera með Rússland í liði með sér hefði verið betra fyrir þá að það veri Bandaríkin og þeirra NATO-ríkin og svo þessi Asíuríki sem Bandaríkin er í góðu sambandi við eins og Japan og Suður-Kóreu og svo Ástralía og Rússland væri með. En það varði ekki þannig út frá sjónarmiðum Bandaríkin er þetta ekki skynsamlegt. Hins vegar var þessi NATO-stækkun endalaust austur þegar Varsjabandalagið var lagt niður
En hún á þessu tímabili þar sem að við lifum í einpóla heimi og þá kannski spurningin að Bush yngri og þeir sem voru forsetar á því tímabili hafi einfallega litið svo á að Bandaríkjamenn gætu komist upp með það að þrengja að Rússlandi og Kína og gæti raunverulega stjórna heiminum bara eins og vildu, verið í átökum inn í Miðausturlöndum. Já, og líka og þeir þyrftu raunverulega ekki að spurja neitt og þeir myndu geta haldið út frá styrkleika sínum, haldið drottnandi stöðu í heiminum bara eins og þeir vildu. Já, og líka það að tala það í ráðamenn mér þess að hér á landi og bara út allir Vesturlönd að Úkraína myndi bara sigra stríðið og Rússland myndi þurfa að kyngja og svo rússneska hagkerfið myndi hrynja út af viðskiptaþvingunum, tökum eftir því átt að hrynja ég meina hagvöxtur á þessu ári alþjóðagjaldeyrissjóðnum er 3,2%, í Þýskalandi 0,2%, þýska hagkerfið er bara dautt, á meðan rússneska hagkerfið 3,2%, það er mjög viðnandi hagvöxtur miðað við stöðuna sem er uppi. Meiri hér, ég held að þið spáði 1,7 hér. Já, en allavega það er allavega mjög viðnefndi staða og þannig að því að Kína hefur búið að búa til líflínu fyrir Rússland efnahagslega og Indverjar hafa líka verið í viðskiptum á fleiri, Rússar er ekki inn í viðskiptabannin en bara við lítið hluta mannkins. Þannig að, það var talið að þeir myndu kyngja þessu. En svo kemur á móti þessi erfiða saga náttúrulega sem að mörg NATO-ríki eiga gagnvart Rússlandi og þá er það Pólland og Eystrasaltsríkin. Það var nú sagt því að ég veit að þú sást ekki Silfurþáttinn í gær. En þá sagði Þórdís Kolbrún meðal annars að hættan væri svo að Rússa myndu ráðast inn í Eystrasaltslöndin, Pólland, við man ekki gótt að nefndi fleiri lönd Já, það er sumir sem halda það að Rússa myndi bara fara inn í París og Berlín og London bara á morgun, Þetta var nú bara stjórnvöldur okkar voru að halda þessu fram bara í ríkisútvarpinu. Já, mér finnst þetta mjög fjarlægt. Auðvitað Eystrasaltsríkin eru mjög viðkvæm. Ég held ég viti meira Eystrasaltsríkin heldur sumt af þessu fólki sem var í þessu þætti. Ég veit ekki hvað, ég bjóð þarna í 4 ár. Og ég veit alveg hvernig þeir hugsa og ég skoðaði þessi lönd mjög rækilega, ég veist að nokkur í utanríkislandinu hafi gert það rækilega og 25% íbúa í Eistlandi og Lettlandi eru rússnesku bergi brotnir. Þetta er mjög erfið saga, það er ofsarhæðsla, það er þessi löngu landamæri og svo náttúrulega Pólandi var skipt á milli Sovétríkjanna og Þýskalands á sínum tíma og þessi lönd vildu að Úkraína færi inn í NATO og þau vilja það þjóna þeirra hagsmunum að veikja Rússland eins mikið eins og hægt er og þess að hafa sérst að Úkraína verður að vinna stríðið og þau verður að moka inn vopnum þarna og þau tala líka að senda hermenn þau tala líka að taka herskyldu upp í öllum NATO-ríkjum þar á meðal Íslandi. Ég meina Íslandi er ekkert undanskilið í því. Þau vilja það. Og svo er Litáin með þá stefna þeir eru ekki bara í stríði við Rússland heldur eru þeir að sparka í Kína líka með því að opna hálfgildi sendiráð í Vilnius sem að gerir Kínverja alveg brjálaða. Þannig að þessi utanríkisstefna sem að Tævanotni Tævan, hvað sagði ég? Tævan, ok. Tævanotni í Vilnius. Tævan opnaði hálfgildi sendiráð í Vilnius sem er náttúrulega gerði allt brjálað í Kína. Þeir vilja ekki sjá svoleiðis. Og frá mínum bæði það er mjög heimskur utanríkisstefna. Og ég hef búin að vera að kenna þetta í 20 ár. Heimskulega því að lítið lönd eigi ekki að vera að leika sér að því að sparka í stórveldi. Þú sparkar í stórveldi ef að þú hefur mikla hagsmuni og lífshagsmuni eins og Íslandi landríkisstefnu. En ekki, nei, og það sem ég óttast að þetta eru NATO-ríki að þú ert komin inn þannig heim að þessi ríki eru með mjög harða stefnu og NATO er orðinn sundurleitur hópur og þetta getur valdið stór styrjöld með ófyrirsjáum afleiðingum. Þessi lönd, ég er búin að kenna í þessum löndum hér í 20 ár og ég tala alveg við þá eins og þig og það er alveg nægilega mikið lýðræði í þessum löndum og málfrelsi að þeir bjóða mér alltaf að koma aftur og tala með þetta sama. Þeir eru ekki sammála kannski einu sem ég segi, það er annað mál. Það er RÚV sem að býður ekki oft. Já, ég meina það er náttúrulega við vitum að þeir vilja bara hafa umræðina á mjög þröngu sviði og það á að vera málfrelsi en ég hef komið á RÚV en það mætti vera miklu breiðari
vettvangur því sem sko, RÚV hefur þá lagaskyldu að halda upp í fjölbreyttum umræðum í þjóðfélaginu, og vönduðum umræðum. Því miður þá gengur ekki vel að gera það. Allra síst kannski í þessum málum. Já, þetta náttúrulega málstæða sem að kannski stjórnvöldur á hvernig línu og þú verður að vera innan ákveðna marka og ég hef heyrt í starfsmenn sem kvarta sjálfur yfir því að þeir hafi ekki talað við nema vissa aðila. Og allavega við vorum að tala ólíka afstöðu til Rússlands, löndi sem hann í austri eins og Eystrasaltslöndin og Pólland hafa sögu, það ólík sjónarmið innan NATO, en ég heyri stundum eins og stefna íslenska stjórnvalda sé sú að við eigum að taka upp þá stefnu gagnvart Rússlandi sem að Eystrasaltslöndin eða Pólland hafa. Já, en það sem ég er að segja þessi lönd sem ég var að tala Eistland, Lettland, Litauen, Pólland eru með þá stefnu að þeir ganga til borðs og höfuðs á Rússlandi. Og þá var nota NATO til þess. Það sé eina leiðin því þau hafa svo sára sögu. Helst að kljúfa upp. Það þarf að ganga milli bóls og höfs og við vitum það að fyrir okkur er þetta hættulegt að nota varnarbandalag sem við erum í og við erum ekki með her og við erum ekki, held ég, tilbúin að senda unga íslenska menn og konur í herbúningi til í sláturhús. Við erum ekki tilbúin að gera það. Þetta er eiginlega stefna íslenska stjórnvalda. Og við erum ekki tilbúin það sé öryggishagsmunir Íslands að í Úkraínumenn vinni fullnaða sigur á vígvellinum og ógnin af Rússlandi verði kveðið niður sem að kannski felst í því að brjóta Rússland upp bara í smærri ríki. Já, það er ein leið og ég held að það sé mistök en allavega sko eins og með þykir vænt þessu lönd, Eystrasaltsríkin og Pólland þá held ég að þessi harðlínustefna, þú getur ekki drepið 140 milljónir manna, það gengur ekki upp. Þú verður að einhvern veginn að lifa með því. Alveg svo ef þú tekur Gaza þá verða Ísraelar og Palestínumenn einhvern veginn að lifa saman. Hversu erfitt sem það er. Annað þú getur ekki stúta heill í þjóð, það gengur ekki upp og það er ekki samræmi með þessu vestrænu gildi sem að vestræn lönd er að tala um. En það er það sem við erum að hugsa. Þess vegna er hættulegt, sko, NATO fyrir okkur hefur virkað mjög vel, við erum stofnaðar af NATO, við virkað mjög lengi vel. En það vaknar spurningar þegar bandalegur eru 32 ríki og það eru lönd sem eru með ábáslega óreiðanlega stefnu í varna gagnvart Rússlandi og sem getur ekki leitt til annars en ófriðar og jafnvel heimsstyrjaldar og kjarnorkustyrjaldar að þá fyrir varnarbandalagi þá breytist eðli varnarbandalagi og það er hættulegt. Sjáðu svo Úkraínuforseta, hann hefur eiginlega enga reynslu í alþjóðasamskiptum. Margt sem hann segir er svona svipað og það er jáfnvel ennþá vitlausara heldur en það sem Eystrasaltsspekingarnir segja eins og utanríkisráðherra í Litáen sem ég held að sé algjörlega út úr korti sko, eins og samskipti með Kína. Litáur sjálfur eru á móti því sem hann var að gera. En sko að hann til dæmis segir það að Bandaríkin eiga bara að koma í stríð við Bandaríkin eiga að koma í stríð og hjálpa Úkraínu beint með hermönnum af því að þeir gerðu þetta í Ísrael. Hann heldur að það sé raunsætt. En í fyrsta lagi, þú skoðar samband Bandaríkjanna og Ísrael, þá hefur Ísrael sterkari tök á Bandaríkjunum heldur en allt NATO til sama svo öll NATO-ríki. Eiginlega eina dæmið þar sem að Bandaríkjamenn fara og styðja smátt ríki raunverulega gegn eigin hagsmunum. Já. Það er hægt að fara rauk fyrir því að Bandaríkjamenn hafa oft gert það, stutt Ísrael, þó það þjóni ekki hagsmunum Bandaríkjanna. Já, það er engin önnur dæmi um það. Nei, það eru margir bandaríski fræðimenn við toppháskóla sem halda þessu fram, sem þú ert að segja. Og svo er það hitt sem að Zelenský virðist ekki átt að sjá, að ef að segjum eins og svo að Bandaríkjamenn eru að hjálpa Ísrael, gagnvart Íran, Bandaríkjamenn eru komin þá í stríð við Íran, sem er erfitt. Ok? En ef að Bandaríkjamenn eru komin inn í stríð í Úkraínu, þá ertu komin í stríð við Rússland. Það er allt annað hlutur. En eru ekki Bandaríkjamenn komin í það stríð? Þau eru komin á fremstu nöf því að það er sagt og ég get ekki sanna þetta. Það eru herskararnir af svokölluðum sérfræðingum. Það er talað þarna aðilar sem eru að þjálfa, aðilar sem eru í viðhaldi og ráðgjöf og hjálpið að beita vopnum. Svipað var í upphafi í Víetnamstríðinu. Þeir eru komnir alveg á bjargbrúnina og kannski lengra en við vitum eða höldum. En auðvitað er þetta mjög hættulegt mál en Vesturlöndum er alveg fyrirmunað að sjá að þau geti hafa átt nokkra sök í þessu. Til dæmis bara með því að taka kjarnorkuvopnin á Úkraínu, taka fyrst aðeins kjarnorkuvopnin,
segja hann svo að þau sé að fara inn í NATO og með þess að svo Zelenski fórseti, hann trúir þessari vitleysu. Hann situr í Kiev, náttúrulega hlýtur að vera örvæntingafullur, hann að vera að slátra þjóðina þess. Ég sá selfie af honum daginn með man ekki hvað það heitir F-16 eða F-36, ég er ekki svo góður í F-16. Já. Það var með selfie myndað sér og var að fagna því að það verður loksins konar. Já, sko, þetta er náttúrulega tiltölulega fáar vélar, þessar vélar það byrjað að framleiða þessar vélar 1978, þetta eru gamlar vélar og það er ykkur mörg ára að þjálfa hermenn, það er búið að taka lengi þetta að vera á þessu og svo eru vandamál hvernig á að halda þessum vélum við, þetta eru gamlar vélar. Þegar ég var aðstofnur utanríkisráðherra þegar við 25 árum, þá voru þessar vélar tiltölulega ný, þá voru þær svona verða gamlar, sko. Þetta er fyrir 25 árum, sko. En ég meina má ég spyrja Úkraínu af því að þú verður að nefna Kissinger og svona þá stefnu í mati á utanríkismálum sem að meðal annars gengur út á það og kom fram hjá það líka að svona þegar á reynir að þá taka ríki ákvarðanir út frá öryggishagsmunum sínum og þá er hent öllum gildum og þannig er það. Allir alþjóðasamningar og allt svoleiðis drasl. Ég meina stórveldi reyna að fara eftir alþjóðasamningum ef þeir geta með samvílu móti, en ef það truflar öryggishagsmuni þá allir pappir þeir öll líkt til hliðar. Og það er ástæðan til þess að fólk skilji það að austursókn NATO hafi verið upptaktur af stríðinu, felst í slíku mati að það sé mat Rússa og skiptir engum máli hvort það sé Pútín eða kommunistaflokkurinn eða keisarinn sem lítur á það sem tilvistarlegt grundvallaratriði að Bandaríkin komist ekki með herstöðar upp að landamærunum í Úkraínu. Þessuna mun við austurför NATO þá endanum muni Rússland bregðast við og það er ástæðan fyrir að vera stríðan og það er ef að fólk á einhverjum erfiðleikum að skilja þá er það byggt upp á þessum. En það sem að mér langar að því að þú varst að tala hvernig Eystrasaltslöndin og Pólland skilgreina raunverulega svona tilvistarlega öryggishagsmuni sína sem eru skilgreindir þannig að það verður engin friður, það verður ekkert öryggi í okkar löndum nema að rússneska ógnin brotni niður. Þannig að til þess að við getum lifað við frið þá þarf við að brjóta niður Rússland, Úkraínumenn þurfa að vinna Rússa á vígvellinum og helst þarf það að vera þannig að Rússland verði svo veikt, kannski brotið upp en það verði svo veikt að okkur standi ekki ógna því. Þetta eru tilvistarlegir öryggishagsmunir þessara ríkja, en við deilum þeim ekki með þeim. Það er ekki tilvistarlegir öryggishagsmunir okkar að Rússland brotni upp. Alls ekki. Þeir eru með 6 kjarnorkuvopn. En ertu þá ekki að segja það að hópurinn, þessi 36 lönd sem eru komin inn í NATO, að þannig erum við komin með hóp af löndum sem að hafa svo ólíkar skilgreiningar á tilvistarlegum öryggishagsmunum sínum að það getur verið bara hættulegt fyrir okkur að vera inn í þessum hópi því að það kannski ná Austur-Evrópumennirnir fórustunni. Sömuleyti virðist það að ná fórustu í íslensku stjórnvöldu því að íslensku stjórnvöld tala eins og við höfum sömu tilvistarlega öryggishagsmuni og Pólverjar og Eystrasaltslöndin. Það getur einfaldlega verið hættulegt fyrir okkur að vera í þessum klúbbi. Já, þau skilyrði geta skapast. Að NATO, þú varst að tala varðandi ógnunum Úkraínu, yfirmaður leyniþjónustu Bandaríkjanna núverandi Burns, Michael Burns, hann sagði og hann var líka sendið herra í Rússlandi, hann talaði Úkraínu sem brightest of red lines, það var hans mat, hann mati þetta svona. En það er ef að, já, sko þegar að þarf að auka framlögin til NATO svona mikið og sko við fórum í NATO, Bjarni Benediktsson talaði um það þegar við fórum í NATO, hann var mjög hóvar. Ég meina, það mættu lesa ræðuna ráðherrarnir okkar núna og temja sér það hófar, þannig að við erum veikasta landi í leiknum, við getum hvort ekki varðið okkur sjálfa nýja aðra, við erum lítilega, við megum okkur minnst, það var mjög hófar maður og skynsamarinn kannski heldur þetta fólk allavega talaði þannig, hann var talað mjög hófar íslenski ráðherrar. Segir hann ekki eitthvað þá verður hann líka framlag okkar með því að vera þáttökuríki er að við erum að styðja þá vestrænu gildin eða eitthvað sliðis að það sé framlag. Jú, það var okkar aðal framlag var lega landsins, við erum á krítísku svæði og með því að skaffa aðstöðu á landinu, þá erum við að styrkja öryggi allrar Evrópu og Bandaríkjanna og Ísland alltaf var á þessum tíma eftir að varnarsamningum var gerður eftir það með verulega stórt varnarlega Keflavíkurflugvelli og flugher og allt þetta. En við vorum í kjarnastríðinu þá vorum við lykilríki.
En ef þetta fyrir út í það, eins og ráðamenn í Lettlandi talum og ráðamenn í Eistlandi talum og held ég Litáen líka, að það eigi að taka upp herskyldu í öllum löndum, það eigi að auka ríkisútgjöld, ég meina þeir eru komin, öll ESA-statistikin er komin vel fram yfir 2%, í okkur verði þetta, við tala 90 milljarða, þau stefna sann á 4%, 180 milljarða, þetta myndi kalla á grundvalla breytingar á okkar velferðarkerfi og grundvalla breytingar á okkar, hvernig okkar heilbrigðiskerfi lítur út, eða menntakerfi lítur út, algjörlega grundvallarbreytingar og svo líka það að við erum náttúrulega Article 5 garantí þýðir það að öll lönd þurfa að taka þátt í að vera eitthvað annað, að reyndar það óljóst og að kalla að við þurfum að bregðast við að kalla deemed necessary, við þurfum að meta sjálf hvernig við myndum bregðast við ef að ráðast til annar land. Þannig það er sko NATO-sáttmálinn er svolítið óljóst með hvað það raunverulega þýðir en samt sem áður það kæmi upp staða að við þyrftum að fara að senda hermenn eða það er svona stórt stríð í Evrópu svo í Úkraínu, þá vantar bara eins og herfóningi kalla unga menn kjöt, það vantar kjöt til að senda hann út og þá er spurningin og það hefur ekki farið fram í þjóðfélagsumræðu það, mér vitan það, erum við tilbúin að taka það skref. Við höfum verið í NATO á þeim grundvelli að við höfum verið með frekar lítið framlag, við höfum skaffað aðstöðu í þessu landi sem að reyndar NATO notar ekki lengur, það var allt öðruvísi hérna fyrir 20 árum þegar það var herstuð. Já, það er alveg rétt, sko, málið er það, stórveldi, þau flokka, þau vinna út frá eigin hagsmunum og Bandaríkin hafa ekki vilja að sleppa þessu svæði og NATO er ennþá með aðstöðu á Keflavíkurflugvelli og landhelgisgæslan eftir sem ég best veit er að vinna fyrir NATO varðandi svona að fylgjast með landinu. Okay. Og fylgjast með hvað er að gera í kringum landi. Þannig að það er NATO stöð þarna. Og þannig að það er aðstafa, en það er ekki neina sýnilega varning, það er ekki flugher, það er ekki hermenn, en ég held að Bandaríkjamenn vilji ekki missa alla aðstöðu þarna. Hins vegar framkvæmd varnarsamningsins sem er ennþá í gildi og hann er frá 51 en ég meina sáttmáli NATO er ennþá eldri 49 þannig að þó hann sé gamall þá er hann ennþá alveg í gildi og hafur ítrekkað hvað eftir annan hans sé í gildi að þá er það Bandaríkin sem skilgreina algjörlega hvað á að vera Keflavíkurflugvelli stjórnvöld vildu hafa miklu meira þar vildu ekki að Ísland vera eina landi í NATO-ríki sem er ekki með loftvarnir og við vildu að væri ykkur aðstæða þarna en Bandaríkin skilgreina algjörlega hvað er öryggi landsins Stoltenberg var og þau skilgreina bara út frá eigin hagsmunum út frá öryggishagsmunum Bandaríkjanna hvað aðstöðu þurfum við að hafa á Íslandi þau eru hérna fyrst og fremst út af sínu eigin þjóðaröryggi og þeir voru hérna út af mati þeirra á hagsmunum Bandaríkjanna og þeir fóru út af breyttu mati á hagsmunum Bandaríkjanna og þeir munu kannski koma aftur út frá breyttu mati á hagsmunum Bandaríkjanna. Sko, okkar hagsmunir hafa lengst að farið saman við Bandaríkin. Stoltenberg var spurður að þessu fundi sem ég var að fyrir nokkrum árum. Hann kom hingað til Íslands og ég fór á hann að fund. Og þá var hann spurður þetta að enga sýnilega varnir. Og þá sagði hann eitthvað á þá leið, það sem hann sagði, ég er ekkert að segja það sem hann segir sér rétt eða rangt, ég ætla ekki að leggja með það, en hann sagði, varandi varnir landsins þá er ekkert endilega víst að það sem sá búnaður sem er notað til að vera landi sé á Íslandi sjálfu. Hann getur verið í kringum landið, í nágrenni yfir landið, hann þarf ekki endilega að vera á Keflavíkurflugvelli. En hins vegar alveg ljótt auðvitað munu Bandaríkin fyrst og fremst hugsa sína hagsmuni og þau hugsa fyrst og fremst sitt þjóðaröryggi. Það er náttúrulega, það er bara eðlilegt. Já, og horfum á þetta aðeins frá Bandaríkjunum, af því að 2016 þegar Trump kemst til valda, að þá vill hann færa fókusinn að hinn raunverulegi keppinautur á heiminum sem Kína og hann vill snúa sig þangað og Evrópa verður svona meira að sjá sig sjálft eða þú veist taka allavega meiri þátt í. Síðan hefur það gerst að það er bæði stríð í Evrópu og við Miðausturlönd þannig að Bandaríkin eiga kannski erfiðleikum með að fara til Kína. Ég meina það er verið að tala upp bara beinhernaðar átök á milli Kína og Bandaríkjanna, hvort sem það verður í gegnum Tævan eða einhverju svona deilur siglingaleiðir sem oft eru svona deilur einhverju eyjaklassa eða einhver sker til þess að hver ræður hvaða svæði og öðru slíku. Að eru líkur á því að Bandaríkjamenn skilgrinni stöðu sína þannig að þau verði að
ég segi ekki að sleppa Evrópu, en bara segja það að Úkraína ekki Ísrael, Úkraína og Rússland ekki Kína og þannig að við getum ekkert staðið í þessu stríði að vera fjármagn eitthvað stríðin í Evrópu og við verðum bara að stoppa þetta. Ég held að Donald Trump sé orðið mjög þreyttur á Evrópu og Hann nú fullt með bara að verja sjálfa sig inn í réttarsölunum. Það kannski hugsa ekki mikið til Evrópu. Stjórnmálin í Bandaríkjunum eru orðin andstyggileg og algjör andstygg. Ég búið í Bandaríkjunum samtidig í 10 ár. Og maður hlustar á umræðunar á þinginu núna með það sem var hérna fyrir 30 árum. Þá sem voru oft málefnar og góðar umræður. Nú er þetta umræðunar miklu litið bara svívirðingar. En svo fávitarnir hafi náð tekið yfir. Ég ætla ekki að... Nei, það er bara stundum yfirgengilegt að fylgjast með umræðinni. Ég meina, ég hafði óskaplega gaman að því ég bjóð í Washington í 6 ára að fylgjast með þinginu, sérstaklega öldungaldeirna voru frábæri ræðumenn þarna og góð umræða og menn báru virðingu hvor fyrir öðrum þó það veri ekki sama flokki og forsetarnir og þeir sem voru í forsetakostninga fóru svona fram á siðaðan hátt en núna er þetta bara algjör hörmung en þannig að það er áhugjefni en sko fyrir ef að Trump metur að þannig að Kína sé aðal keppinautur Bandaríkjanna þá er það alveg rétt. Spurningin er hins vegar sú er rétt að lönd eins og Kína og Bandaríkin sé að reyna að drepa hvort annað og það er náttúrulega ekki fyrir okkur Íslendinga þá er best að þessi lönd sé að vinna saman og við séum ykkur með heima sem er ykkur friður og ykkur stöðuleiki og uppgangur en það er þessi stórvelda át og þau fara út í þetta og Kínverjar náttúrulega eru með þetta beltanrótin í þessu eru að hugsa samgönguleiðir þeir eru hagkerfi sem hefur verið að vaksa lengi 7% ári, tvöfaldið stærra hverju ári þeir hafa ofsalega miklar áhyggjur af flutningaleiðum, koma öllu sem þeir að framleiða annað og koma síðan sínu til Evrópu og Norður-Ameríku sem að fólk hefur náttúrulega kaupa það sem þeir eru að framleiða og þá er það túlka sem að hernaðaruppbygging og því fylgi hernaður og það sé að breyta öllum þessum höfnum og draslis og flutningaleiðum þeirra í svona hernaðarinfrastruktúr. Það eru áhyggjur sem er alveg eðlilega áhyggjur sem er leiti en mikið að uppgangi Kína snýst bara hreinlega það samt að þeir þurfa að koma framleiðslunni frá sér því þeirra, sko í Bandaríkjunum, svona 85% af því sem kannski 85% sem Bandaríkjunum neita, vörur og þjónusta eru framleidd í Bandaríkjunum. Þeir eru ekkert svo opið hagkerfi. En Kína er óbærslega opið hagkerfi. Þeir selja svo mikið af því sem þeir eru að framleiða. Framleiða það ódýrt. Þeir nota það sem að kalla economies of scale skala, gríðarlega mikið magn af vörum og þetta er svona með mjög lágum kostnaði, keyra kostnaði niður og flytja þetta út. Og þeir eru bara svo háðir útflutningi og líka þessi hugmynd sem hefur verið að við ætlum að keppa við Kína við ætlum að skrúa Kína niður það var ekkert með Sovétríkin því að Sovétríkin voru loka hagkerfi varandi Kína þá þurfa Vesturlönd að fara mjög varlega og Bandaríkin þurfa að fara mjög varlega með Kína að því leiti að ef þú skrúar Kína niður þá skrúa sjálfa það niður líka En hefur Evrópa og Bandaríkin sömu hagsmuni gagnvart Kína? Nei, þú sér það bara að þú horfir eins og Þýskaland hafði gríðarlega mikla hagsmuni að vera að versla við eiginlega helmingur af öllum utanríkisstjórnum Evrópu við Kína var Þýskaland held að virka svoleiðis og svo náttúrulega voru Þjóðverjar samkeppnin samt í Þjóðverja byggðist á því þeir náttúrulega eru með innríki og þeir eru að keppa við Japan og Suður Kóreu og Kína innríki í og Þjóðverjar eru með svona velferðarkerfi svona ekkert kannski svo ólíkt Norðurlöndum borga hærri laun og þeir eru ekki samkeppnishæfir en þeir gátu fengið ódýrt gas og olíu og hráefni frá Rússlandi. Nú er það farið. Og þegar búið að loka fyrir leið, þá er langt komið með að eyðileggja hagkerfi Þjóðverja. Og þetta mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir Evrópu því að nú er enginn sem hefur breytt baki í Evrópu til að bera uppi til dæmis þessi mið- og austur-Evrópu ríki og hjálpa til að hafa eitthvað heimil á efnahagslífi Evrópu. Stóru hagkerfin eru öll veik og Þýskaland var alltaf svona kletturinn en nú er þessi klettur bara orðið mjög veikur og það er ekki Norður-Evrópa sem oft gat stutt við svona félagslega og efnahagslega þróun í suðrinu, það er svona hugmyndir sem var þá og síðan sérstaklega í austrinu að það er kannski að bara falla það er orðið
kjarnin í Evrópu ekki orðið nógu sterkur til þess að breiða út stuðning við veikari lönd. Nei, sko, Frakkland getur ekki hjálpað neinum. Frakkland verður þar bara, Ítalía getur, stórskuldi getur farið í greiðsluþrot. Hún er getur það að hjálpa sér sjálfur. Nei, og hvað er þá eftir? Bretland farið út úr Evrópusambandinu. Það er ekki góð staða. Og þeir geta engum hjálpað lengur því að þeir eru bara spíral. Þeir eru í einhverju óskup. Já, og svo Þýskaland er ekki lengur samfélagsstað. Það eru flótti frá einkafyrirtækjum út úr Þýskalandi. Þannig að sko, það er búið að þetta úkraínistríð er að langt komið með að eyðileggja Þýskaland. Og þetta mun hafa afleiðingar á Evrópu og svo þegar þú horfir á Úkraínu þá segja aðilega við mig, já, heyrðu Úkraínu, þetta verður bara eins og Suður Kórea, þetta verður eins og Japan bara, Þýskaland eftir seinni heimsstyrjöldina. En sko, Þýskaland tek Marshall-aðstoð frá Bandaríkjunum. Bandaríkinn þá var eftir seinni heimsstyrjöldina var allur gullforði heimsins komin eiginlega til Bandaríkinn og Bandaríkinn áttu gríðarlega fjármuni og gátu moka peningum inn í Evrópu. Það er engin aðeins sem getur moka peningum inn í Úkraínu. Fyrir utan þannig að Úkraínu er búin að missa allt sitt svona verðmætasta fólk, hann er bara slátraðið á vývöllum eða það er flúð og vill ekki koma tilbaka og þannig þeir hafi mannöðurinn ekki lengur til staðar. Og fyrir ekki að tapa Svartahafsströndinni ef framtíð sem horfir. Og fyrir utan það frá 1991 til 2021 á 30 ára tímabili þá var engin hagvöxtur í Úkraínu. Mér er sá friðartímum þegar landið 91 til 2021 þá var það steindautt hagkerfi. Spilling, óstjórn og vitleysa í gangi. Þjófræði þar sem örfáir rændu öllum eigum samfélagsins. Já, og með þess að Rússland hefur verið líka, öll Sovétlýðveldin lentu einhverju leyti í þessu, líka Eystrasaltsríkin. En það var bara, þau höfðu, það sem Eystrasaltsríkin höfðu þau höfðu mentora og mentorarnir voru Norðurlöndin. Þau hjálpuðu þeim að komast á sporið, þau eru lítil og þau fengu aðstoð og þetta var svona viðráðanlegt verkefni, Úkraína náttúrulega miklu stærra, þannig að það var aldrei, þeir náðu sér aldrei á strik. Rússland samt sem áður, ef við tökum Rússland, auðvitað var það líka mikið spilling og allt það, en verklandframleiðsla í Rússlandi var þegar Úkraína sig hófst samt helmingi herri í Rússlandi að meðaldali heldur en í Úkraínu. Þannig að sko, og þannig að rússneska hagkerfinu gekk sæmilega, en ég meina auðvitað hafa þeir orðið fyrir áfallum, en núna vegna Úkraínu samtidig er Evrópa búin að skera á sambandi við Rússland. Kína er búið að opna líflínu til Rússlands. Kínverjar sjá, fyrir Kínverjar er þetta fínt sko, þess að þeir fá aðgang á auðlundum Rússlands, fá styrk Rússlands, aðgang á siglingaleiðum fyrir norðan, og fyrir þá, þó að þeir sé að leggja fram fyrir áætlanir, þá er þetta fínt fyrir þá að þetta haldi áfram og þetta svo veikir þetta náttúrulega Evrópu, en af því að líflíðan opnast í aðleikinu Kína og svo BRICS-löndin, þannig að þetta er allt önnur heimsmynd orðin hjá okkur en þessu muni fylgja átök, vegna þess að Vesturlönd muni halda áfram að segja akkur eru þið ekki eins og við, akkur eru þið ekki með lýðræði og mannréttindi og akkur eru þið ekki sem stofnunum og við. En þá snýst þetta getu fyrst og fremst Bandaríkjanna til þess að þröngva sinni niðurstöðu upp á aðra og ef að Bandaríkjamenn eru fastir í stríði sem bara grefur sér niður í miðri Evrópu eða Austur-Evrópu eru komin í mikil vandræði í Miðausturlöndum, eru þar í eiginlega vonlausi, eru eiginlega fjármagna og styðja við þjóðamorð sem að grefur undan möguleika á nokkrum stuðningi við önnur lönd. Það er ekki mikil gleði með framferði Bandaríkja meðal almennings í Miðausturlöndum eða í Persaflóan. Sko, það sem er að gerst á Miðausturlöndum, þar á með Ísrael, Írak 2003 og svona fleiri dæmi, það grefur undan trúverðuleika Vesturlanda og þá er það ekki bara Bandaríkja undir, það er við líka. Við erum að predika. Bætt við Afganistan, það sem var svona sneypuför. Það var 20 ára stríð. Lengsta stríð sem Bandaríkja það tekið ekki þátt, ég veit ekki hvað er marga triljónir dollara sem fóru þar. Það voru viðbrögð við sprengingin á tvíburaturnum 2001 og það stóði til 2021 við fjármögnum vopnaflutninga þarna. Og með flugvélum og sem eru ákvarðanir sem eru teknar á þessu tímabilið sem að heimurinn var einpóla
þar sem að Bandaríkjamenn trúðu því að þau gætu þröngva sinni niðurstöðu raunverulega upp á hvert sem Gátu ráðist inn í Írak, gátu ráðist inn í Afganistan, gátu eiginlega gert hvað sem gátu farið með NATO upp að landamærum Rússlands, þau voru bara drottnar heimsins og kæmist upp með hvað sem Síðan þú að tala að við lifum, eins og þú og fleiri náttúrulega, að við lifum í fjölpóla heimi í dag. En mér finnst utanríkisstefna Íslands ennþá vera eins og George Bush sé í Hvíta húsinu. Við getum bara sigrað Rússa í Úkraínu. Við getum þröngvað okkar niðurstöðu upp á ástandið þar. Við Þórdís Kolbrún var að endurtaka það enn og aftur að Ísraelsmenn hefðu ekki bara rétt á því, heldur bara skyldu til þess að verja sig og sem svona óbytt stuðningur við það að Ísraelsmenn gangi takist að uppræta Hamas-liða með ofbeldi og annað slíkt. Þannig að ég bara velta fyrir mig hvort að umræða hér á landi utanríkismál og varnarmál og bara heimsmálin taki ekki mið af því að heimurinn hefur breyst síðan 2008 eða hvernig sem við viljum setja markin. Ekki ef að þú ert guðleg vera og ert æðri öðrum, þá verður að láta alla fylgja þær. En með sem ég skil ekki með þess að vestrænu leiðtoga að það hafa engar ágjur af því að geta verið kjarnorkustríð, þannig að það hugsa ekkert það, hvort það sé ekki hafa engar ágjur af því að það geti bara farið út úr kontról eða farið alveg úr stjórnlaust bara allt í einu og þess að fyrir slysni eða eitthvað, þannig að það hafa engar ágjur af þessu. Til dæmis að dettur engum í hug í Asíu að ráðast á Norður Kóreu. Þeir eru með pínulítið kjarnorkuvopnprogram, mjög lítið. Rússar eru með það stærsta eða næststærsta í heiminum og mér skilst bandaríski hersöðingi tala þessi með mun fullkomnara kjarnorkusafn heldur en Bandaríkin. Þeir eru meira konur með kjarnorkuvopn, þeir eru að fara með kjarnorkuvopn í geiminn, í samvinnu við Kína, sem að Bandaríkjamenn eru ekki með. Bandaríkjamenn og Japanar reynda að fá það bannað í öryggisráðinu, en Rússar beittu neitunarvaldi. Hafa þeir engar áhyggjur af því þetta verið stjórnlaust. Meta er þetta það að sé hægt bara að keyra niður Rússland, sem á þetta allt þetta kjarnorkusafn, halda þeir það að leiðtogi Rússlands, hvort sem hann myndi heita Putin eða eitthvað annað, ég veit ekki hver verður forseti þarna í framtíðinni. Putin þetta núna, nýkjörinn til 2030, hvernig það verður, að það muni aldrei vera gripið til róttækra aðgerða. Rússar hafa framleitt svo kallar tactical nuclear weapons, þeir eru með litlar kjarnorkusprengjur sem eru ekki þannig að það myndi velta gereyðingu, nema Vesturlönd myndi bregðast við með einhverju takmarkalausir kjarnorkuárás á Rússland. Hafa þeir engar áhyggjur af því? Ég veit ekki, menn það er eins og menn hafa engar áhyggjur af því og hafa meina engar áhyggjur af því að ef það verður stjórnmálaupplaust í Rússlandi að þá muni til dæmis Íran sem komast yfir kjarnorkuvopn Rússlands hafa menn engar áhyggjur af því. Ég bara skil þetta ekki. Stundum hljómar að þannig að ef að svo fer að við munum farast öll í kjarnorkustríði að þá höfðu við allavega rétt fyrir okkur. Það er eiginlega, manni finnst það stundum. Já, við munum bara kannski ekki heyra kvöllin, en ég meina. Við höfðu rétt fyrir okkur. Já, en ég veit eitthvað svo, ef þú tala kannski við utanríkisráðuneyti hérna á Rauðarárstíg, ef þú fer á Rauðarárstíg 25, þá er ekki það sem það er. Að þá kannski hafa þeir ekki ágjur þessu. En ég veit eitthvað ef þú fer til Ungverjalands, það sem ég hef gert, eða til Slóvakíu, þeir eru þarna með landamæri. Já, þeir hafa mjög miklar áhyggjur af þessu. Því þeir meta stöðuna þannig að ef að Putin líti svo á að bara þjóðar öryggi sé hættu hjá Rússlandi, þá sé hann með sprengjur sem hann geti auðveldlega farið með í Vestur-Úkraínu og þá er bara geislavirknin allt komið bara yfir þá. Þeir eru bara hinum megin við, Þannig að það eru leiðtogar og Orbán til dæmis forsætisráðherra Ungverjalands sem er ekki vinsæll leiðtogi, hann er svona realisti og ég meina Trump til dæmis, þú varst að tala að Trump líti á Kína sem Trump og Orbán eru með mjög svipaða skoðanir svona í alþjóðasamskiptum, mjög svipaða skoðanir og sem að ég held að séu þó ég sé ósammála á Orbán í mörgum málu, þá held ég að hann sé svona sumtaði sem hann segir er rétt og þeir hafa áhyggjur af þessu en við kannski erum meiri fjarlægð, við höfum ekki áhyggjur af þessu en þannig að komum aftur að því varandi NATO, þetta er orðið mjög ósamstæður hópur, ólíkir hagsmunir
sumir vilja hafa allsherjar herskyldu, sumir, og svo eru sumir sem vilja fara ekki bara í 2% til 4% og landsframleiðslu að verka landsframleiðslu og þannig að sko að eins og varst að benda þá vakna alls konar spurningar við þetta og það hlýtur að þurfa að fara fram á Íslandi ef þetta verður svona Úkraína heldur áfram og við ætlum að fara í þessi gríðarlega fjárfestingu að þá þegar koma spurningar, grundvallarspurningar íslenska velferðarkerfi í þessu löndum og forgangsraðir og hvað við tilbúin að fórna okkar fólki sem er öryggissjónarmið líka því að ef að þú færir peninga út úr velferðarkerfunum yfir í hernað og varnarmál að þá skapast félagsleg óróleiki innan landana. Já, pólitískur óstöðuleiki. Sem að getur verið meiri ógn heldur en svo sem að ríkin telja sig verið að verja. Eins og ef við erum að láta eins og við sem að fara að verja okkur við innrás Rússlands á Austurríði, ég veit ekki hvernig hugmyndin er. Nei, allavega. En ég ætla að spyrja Bandaríkin, því að nú eru forstakostingar, það eru bara furðulega stutt í þetta. Það er að koma sumar og svo bara í haust þá verður kosið. Kosið ekki 15. nóvember? Já, það er rosa stutt í þetta. Já. Hvað varðandi utanríkismál, er munur á Trump og Biden? Það hefur verið munur á demókratum og republikunum í innanríkismálum aðalega og það er kallað með þetta foreign establishment, foreign policy establishment í Bandaríkjunum, það er mjög sterkt og til dæmis þessi hugmynd Trump það að hann talaði það sko, ég var í Bandaríkjunum þegar kosningarnar voru 2016, ég var í Berkeley, ég var gestaprófessor í Berkeley og ég mætti þetta var bara svo jarðaför að vera að grafa Bandaríkin það var bara jarðaför þegar úrslitin lágu fyrir með Trump. Þá talaði hann hann talaði það að leggja NATO verið obsolít og allt þetta og hann vildi leggja niður alþjóðabankan og alþjóðagjaldi taka Bandaríkin út úr alþjóðaviðskiptastofnuninni. Þetta gerðist ekki. Þannig að sko að hann var ekki róttakur og svo átt hann mjög erfitt með að En hann segir það var lært, nú ætlar hann að vera einræðisherri í dag. Já, hann átti erfitt með að eiga samskipti við Pútín eins og hann vildi gera og demókratar hata, það er eina ástæðan fyrir Úkraínu að demókratar hata Pútín alveg ábáslega eins og Hillary Clinton. Hún trúir því, demókratar, að ástæðan fyrir því hún tapar kosningunum það sé bara Kreml hafi stýrt þessu öllu saman, fjárstýrtu bara með einhverju fjárstýringu og hún þess að hata demókratar og Biden og allt þetta lið, hata Pútín ábáslega ekki bara út af Úkraínu, heldur bara líka út af því að þeir töpuðu kosningunum til Trump vegna þess að Pútín var að stjórna kosningunum í Bandaríkjunum. En sko Þú leggur ekki trúna á þessa kenningu? Hver? Þú leggur ekki trúna á þessa kenningu? Ég hef ekki aðstæða til þess að meta þetta en mér fannst Hillary Clinton ekki vera mjög spennandi frambjóðandi, persónlega en ég held hún hafi bara tapað því hún var ekkit nógu góðu frambjóðandi og ég heldur ekki hrifin af Trump, ég var svo svakalega heppin að ég þurfti ekki að kjósa en sko, en ég hef herti mér svo John Bolton sem var þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna, hann segir að Trump sé alltaf heimskur til að vera fórseti en hann sagði að hann tryði því að ég hef heyrt viðtal eftir hann teldi að ef að Trump yrði fórseti aftur þá væri hann mjög hættulegur og hann myndi gera allu að NATO. Auðvitað veit maður það ekki hvað hann mun gera en þetta foreign policy establishment í Bandaríkjunum er samt öflugt þar að segja sko, það hefur ekki verið mikill munur til dæmis ef þú tekur Trump hann er frá 2017, 2021 er það ekki svo tekur Biden við að Biden hélt bara áfram með stefnu Trump hann breytti ekki svo mikið sendir á því í Jerúsalem með kröfuna að Evrópuþjóðurnar myndu borga með áherslunni á Kína sem höfuðandstæðing Já, ég vil ennþá harðar afstöðu ekki að Kína það varði ekki svo mikil breyting og þeir sem í kringum hann ráða miklu en ég meina, mér finnst samt sem áður sko, þegar maður horfir á fólki í kringum Biden Blinken utanríkisráðherra og svo Sullivan þjóðaröryggisráðgjafa
mér finnst þetta ekki hafa gengið vel og fyrir okkur þetta ekki gott, því að við erum svo tengd Bandaríkjunum og það ekki gott fyrir okkur og fyrir NATO ef að þeir sem að stjórna þessu stærsta og öflugasta ríki. Það ekki utanríkisstefnu sem að valdi ófriði og stríðsátökum og auki hættunar á styrjöldum og kjarnorku. Það var náttúrulega sko, það var Bill Clinton sem samfæriði Úkraínamenn með kjarnorkuvopna hendi og hann hefur viðurkennt í viðtali við Newsweek, ekki bara að það hafa honum að kenna, hann veist að það sé sér að kenna að Úkraínstríðið varð. Hann hefur bara sagt að beint. En hann líklega að meina það að ef að Úkraínamenn hefðu haldið kjarnorkuvopnunum, þá hefðu þau getað gengið inn í NATO og Rússland ekki haft kjarkinn til þess að ryðjast þar inn. Annarkvort að þeir hefðu haldið einhverju kjarnorkuvopnum eftir eins og Norður-Kórea, bara nokkrum vopnum. Það ekki víst að þau hefðu verið notæf. En Rússar myndu örugglega ekki vilja prófa það frekar en að Bandaríkjamenn vilja ekki prófa það hvort að kjarnorkuvopnin sem Norður-Kórea hefur notað eða hvort hvað þau geta gert með þau. Geta þau bara sprengt Seúl eða geta þau sendt eldflug allalegina til Bandaríkjana. Hann myndi ekki vilja prófa það. Þannig að sko það að kjarnorkuvopn eru þessi svona deterrent, eru fælingamáttur sem svona fælingamáttur. Það sem svo sorglegt í Úkraínustríði það að fælingamáttur NATO, hann reyndist vera bara í engin. Sko, eftir fundi Putin með Biden, þá mat Putin stöðuna þannig, eins og ég lesi það, að NATO væri veikt og að Biden væri veikur leiðtogi og stjórn Bandaríkjanna væri veik stjórn og NATO væri veik stofnun og hann gerir árás. Svo annað, þegar það var talað um það að hleypa Úkraínu inn í NATO, ef að þetta var í apríl 2008, Putin gerir innrás í Georgíu í ágúst, 4 mánuði seinna. Og svo tekur hann Krímskagan 2014 og svo gerir hann árás 2022, allsýr árás. Ef segjum NATO hefði bara sagt, ok, við ætlum bara að standa við það sem við sögðum og við ætlum bara að hleypa Úkraínu eins og bara gett við Finnland, bara eftir nokkra vikur. Og segjum bara í júní 2008 hefði Úkraína verið komin í NATO, þá hefði hugsanlega verið að koma í veg fyrir þetta stríð, þá hefði Úkraína komið article 5 garantí. Og reynslan svo að varandi NATO, þá þetta þá hafa Bandaríkjamenn aðalega ráðið þessu sem Eystrasaltsríkin, þá, ég veit að fyrir þau að komast inn í Evrópusambandið var margra ára að vinna á ströggl, en að komast inn í NATO var bara hefur græntlega frá Bandaríkjunum. En þegar það kom á Úkraínu, þá sagði eins og ég sagði við núna fórstjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna, sagði brightest of red lines, gerir þetta ekki. Bandaríkjamenn Condoleezza Rice ákvað að taka ekkert mark á þessu manni, hann var þá sendir í Moskvu, þannig að sko það var ekki tekið mark á því, en það voru leiðtogar í Evrópu sem áttu þessu á því þetta var stórhættulegt og það var og nú sagt að þessi hafi bara verið minnloka, en tölu þetta verið stórhættulegt og vildi ekki gera þetta og blokkuruðu aðild NATO og þetta var vitað fyrirfram. En ef að Vesturlönd hefðu hleypt Úkraínu inn, þá vaknar spurningin hvað hefði gerst. Ég held að hefði dregið úr líkonum. En það sem svo sorglegt við þetta það að það farið í gang með þetta, það búið að taka kjarnorkuvopn, hugsa hvað þetta ódrengilegt, taka kjarnorkuvopn að landinu og etja því landi með veika stjórnsýslu, veika stjórnendur, fátækt land, út í eitthvað svona forrað og skilja svo eftir bara í drullunni. Og það bara alveg furðulegt sko og Vesturlönd að tala mannréttindi og lýðræði og siðferði og allt þetta. Hver réttlætingin fyrir þessu? Já. Herðu, Hilmar, það eru mikla breytingar í heiminum og við þurfum að breyta afstöðu okkar til margra hluta. Ég ætla að reyna að finna eitthvað svona form á fara með þetta samtal okkar eitthvað lengra og fá að nota þína miklu reynslu og þekkingu til þess að fjalla hér ítarlegra heimsmálin við Rauðaborðið. Við sjáum til hvað okkur tekst að þróa það. Takk fyrir. En þú þarft að fara aftur heim til... Ég með prófi í gangi. Já. Kæra þakkir aftur. Takk. Ég þakka Hilmari kærlega fyrir komuna og öllum gestunum sem voru í dag. Þetta búið að vera líflegur og skemmtilegur þáttur, fjallað mörg mikilvæg mál. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að gerast afskrifendur að samstöðunni því að við erum í smá átaki núna, okkur langar að taka næstu skref og okkur grunar og við reyndar vitum að það eru mörg ykkar þarna úti sem hafa fyrir löngu ákveðið að slást í hópinn og styrkja samstöðuna með því að vera afskrifendur, það kostar 2.500 krónur á mánuði
En hafi ekki látið verða að því. Það eiginlega vandamálið. Það annars vegar þarf að koma saman mikil vægi og áríðanleiki. Þannig ég hvet ykkur til þess að hífa upp áríðanleikan og skrá ykkur sem allra fyrst sem áskrifendur að samstöðinni. Það gert inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástundur áskrift, þið getur skráð ykkur fyrir 2.500 krónum sem grunnáskriftin, þið megi borga meira ef þið viljið og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta tilraunaverkefni. Við erum að athuga það hvort okkur muni takast að byggja hér upp öflugan umræðuvettvang og fréttamiðil sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Endilega takk ég þátt í því. Ég trúi því að Ísland væri þessi betur sett með því að eiga öfluga samstöð en ekki. En þetta nóg í bili, ég segi góða nótt, sjáumst aftur á morgun klukkan 8, þá hefst umræðan hér aftur við Rauða borðið. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.